Já, komið sæl. Það sem fyrir austlæg átt hjá okkur og hún hefur nú verið nokkuð stíf víðan land í dag, líkt og í raun í gær, þó eru ekki að sjá sama hámarkið í vindinum. En einhverjar úrkomu hefur gætt á austanverðu landinu og svona sé bakki svona aðeins að slæðast hér og hefur allan orðið til þess að það hefur dregið fyrir hér á suðvesturhorninu, nú seinniparti. En það sem gerist í morgun sér að það svona gliðnar á milli þrýstilína hægt og bítandi þegar það líður á morgundaginn og dregur jafnframt úr úrkomu og útlit á fyrir að svona við byrjum helgina á tiltölulega góðum og rólegum nótum og þannig verði staðan einnig þá á laugardaginn sem aðeins svona bæti vind og úrkomu hjá okkur á sunnudag. En hvað varðar hitasviðið þá nú svo sem ekki neinna stóra breytinga að vænta. Þetta það milt loft að við getum verið að fá hámarkshita yfir daginn hér í kringum 10 stig líkt og gerðist í dag. En einnig getum við fengið nokkuð snart frost, sérstaklega þegar það sem bjartviðri að næturlagi og var kaldast síðastlega nótt á Sauðárkróki 11 stiga frost. Og við sjáum að það var nokkuð bjart á vesturhelmingi landsins svona norðvestan til núna klukkan 19 bakki sem að líkani var með hér tíma yfir suðvesturhorninu skýjað þegar austadregur og svona líkt og undanfarna dagar einhverjar úrkomu gætt þar og við sjáum hvernig við keyrum hreyfimyndina til morguns að það verður léttskýjað þegar líður á kvöldu og nóttina hér vestan til á landinu. Það aðeins að bæta í raka fyrir austan og getur svona bætt á aðeins stundasækir í úrkomuna en síðan dregur úr úrkomuna þegar kemur frá morgundaginn eins og áður sagði og jafnframt róast vindurinn töluvert. Hérna staðan á klukkan 14 á morgunum við sjáum að hitatölur svona almennt séð rauðar, þó það sé nú vantarlega svona við frostmarki víða norðan til á landinu en þá erum við að sjá hitatölur fara í þetta örugglega 8-9 stig þar sem best lætur, bjartviður á þessum tímapunkti á vesturhelmingi landsins en öllu meira skýjað fyrir austan og við sjáum úrkomubletti hér sem að virðast nú að mestu leyti vera þó þétting til fjalla en fram til laugardags að þá breytist nú ekki svo ýkja mikið hjá okkur. Við sjáum hér svona eins og skúrakennd og úrkomu við suðurströndina fyrir norðan svona aðeins norðan andvar í þessu og einhver úrkoma myndast þá í fjöllunum en heilt yfir klukkan 14 á laugardaginn bjartviður víða land nema þá síst á norðausturhorni landsins og hitatölur almennt séð fyrir norðan í kringum frostmarkið en einhverjum örfáum gráðum hærri hér sunnan til á landinu. Og við sjáum síðan á laugardagskvöld að byrja smá saman að þéttast þrýstilínar og bæti vind hér sunnan til og fyrstu svona úrkoman kemur seint á laugardagskvöld hér inn á Suðausturland og það þykknar upp sunnan og vestan til á landinu og við búum við fáum nokkuð víða úrkomu á Suður- og Vesturlandi á sunnudag og þótt þetta verði nú svona nokkuð köflótt úrkoma en það ætlar að verða þó bjart að mestu leyti á Norðurlandi og svo að sjá að það verði áfram svona suðaustlæg átt eftir helgi á mánudag getur verið nokkuð ákveðin hér allra vestast á landinu og þar verði nú skýjað en ekki endilega mikil úrkomu í þessu en hægari vindur þegar austadregur og sennilega bjartviður á mestu leyti þá á norðausturhorni landsins. En þessar lægðir sem eru hér suður í hafi, þær eru nú svona valda nokkuð risjóttri tíð í vesturhluta álfunnar, vissulega háþrýstisvæði hér yfir Finnlandi og norður Svíþjóð og því bjartviður þar nokkuð víða en afar kalt. En við tökum eftir að það svona vætutíð í vesturhlutanum og svo þegar við komum hér til suðausturs þá einnig nokkuð kalt sem að það 5 stiga hiti í Istanbúl og vantarlega rigning þar og svo að sjá þessi víða vætutíð á vesturhlutanum og Íberíuskaganum á morgun. Þurrt á Kanaríeyjum og svona víðast hvar sólríkt og svona staðalhiti í gangi þar og í Norður-Ameríku þá hlýtt í sunnanverðri Kaliforníu 28 stiga hiti í Spáni fyrir Los Angeles sem við sjáum í norðausturríkjum Bandaríkjanna og í Kanada þar stóribóli enn að hrekkja og fimbulfrost nokkuð víða. Ég vil segja þetta gott að vera í dag. Verið sæl.